Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að tala hernaðarhyggju og hervæðingu núna og hingað komin Helga Þórólfsdóttir sem sérfræðingur í friðarfræðum. Já. Velkomin. Hernaðarhyggja og hervæðing náttúrulega orð sem við höfum verið að segja hérna við rauðaborðið bara undanfarin ár og það eins og hún sé að breiðast út allan heiminn. Stundum þetta orðað þannig að nú tala allir ráðamenn eins og hershöfðingjar og enginn eins og diplómat. Og maður veit ekki alveg hvað maður að tala, hvort að maður að tala svona eins og hervæðingu hugafarsins eða svo erum við náttúrulega að horfa fram á skrýðarlega hervæðingu Evrópuríkjanna, ákvarðanir að verja miklu meiri fé í öryggismál og hernað. Við lifum þannig tíma að ég man ekki eftir öðru eins. Nei, en já, ég sammála því að í rauninni finnum við meira fyrir áhrifum hernaðarhyggjunnar í dag og það er kannski ágætt að reyna að átta sig svolítið á þessu. Þetta frekar ruglingslegt þegar við erum að tala hernaðarhyggju, hervæðingu, hvað eigum við við. Og það eru til náttúrulega fleiri en ein skilgreining á hernaðarhyggju. Það bæði þessi svona þrönga skilgreining sem er mikill fókus á bara her og herna og svo kannski svona aðeins víðtækari skilgreiningar sem eru þá meira það hvernig við verðum bara almennt í okkar daglega lífi fyrir áhrifum af hugmyndum hernaðarhyggjunnar. En hernaðarhyggjan hefur verið skilgreind þannig að það sé svona safn hugmynda eða alhæfinga sem að gerir það mögulegt að heyja stríð. Og þá það þannig að þessar hugmyndir í rauninni ýta undir það okkur finnist það eðlilegt og sjálfsagt og jafnvel ákjósanlegt að heyja stríð. Að finna lausn með hervaldi. Já, og það í rauninni grunnhugmyndin í rauninni svo að ofbeldi geti verið lausn á vanda. Og kannski eina lausnin sem við höfum. Já, oft það þannig að því það eru náttúrulega fleiri hugmyndir heldur en að ofbeldi getur verið lausn sem að eru partur af hernaðarhyggjunni og það sko meðal annars hugmyndin óvinnin af því að það aldrei hægt að hafa stríð ef það ekki óvinnur. Það hugmyndin með óvinnin og það að við þurfum að vera í liði með einhverjum. Og óvinnurinn sé með einhverjum hætti að þýðir ekki að tala við hann. Nei, það sem sagt að þýðir ekki að samninga við hann svíkur allt. Nei, af því að í rauninni ýtir hernaðarhyggjan og það eru hugmyndir undir ótta og þegar að maður orðinn hræddur við einhverja ógn, einhvern ótta, þá hefur þessi ótti lamandi áhrif eins og maður veit bara þegar maður óttast eitthvað eða óttast einhvern börnin sín eða eitthvað þá hefur það oft í för með sér að fólk lamast og óttinn lamar og þá í rauninni það nærtækasta að leita til annara sem að geta verið saman í liði og það sem einn af stóru þáttunum í hernaðarhyggjunni að það vald leiðtogans. Það æðsti maður hersins sem tekur ákvarðanir og hinir fylgja. Þannig að hernaðarhyggjunni fylgir þessi ofurtrú á leiðtogan. Og sem mjög eðlilegt þegar þú hugsar það fyrst það ógnin og óvinnurinn og svo þarftu á einhverjum að halda sem með þér í liði og svo það leiðtoginn sem getur sagt ég veit hvað það að gera. En þú færir líklega ekki í stríð nema að hafa leiðtoga. Þú færir ekki í stríð þar sem væri svona glundróði í ákvarðanatökunni. Væri nefnd sem þetta ákveða. Nei, líklegast ekki. Og í rauninni það oft talað stríð líka sem svona skipulagt ofbeldi eða organized violence sem þá annað heldur en glæpahópar þó að sé kannski ekki alltaf alveg skil. En stríðsrekstur þar þegar að fólk skipuleggur sig til þess að vera tilbúið til þess að beita ofbeldi gegn ókunnugum.
og til þess að þú verði tilbúin til þess að beita ofbeldi gegn ókunnugum þá þarft þú að vera óttast eitthvað og þá og þegar óttin er búin að ná að þér tökum að þá velur að treysta ykkur til þess að fylgja. Og stjórnvöld sem stuðla að hervæðingu, að þau nota ýmis konar áróðustæki, getum við sagt, orðræðu með því að móta afstöðu almennings, þannig að hann verði á endanum sáttur við að fara í stríð. Já, sko hervæðing er í rauninni svona hervæðing ferli á meðan að hernaðarhyggjan eru bara svona ákveðna grunnhugmyndir. Sem er alltaf. Sem er alltaf í rauninni bara sem við sjáum í bíó líka bara, þú veist, það eru hetjan sem kemur og bjargar einhverjum, þú veist. Það er einhverjir vondi menn og svo er einhverjir góði menn og já, það er svona ákveðin upphafning. Hann er sannur, hann er maðurinn í sínu besta formi í litlum hóp á fremstu víglinu. Já, ekki bara fremstu víglinu, þú veist, það er bara þessi sem er tilbúin að fórna sér fyrir og bjarga þeim sem er hjálpar þurfi. Já. Og þetta er þema sem við þekkjum vel og þetta eru náttúrulega líka ákveðnar hugmyndir sem sækja orku sína í gamla goðsagnir og sögur hver við erum sem þjóð og sögurnar hetjuna og þetta eru svona hernaðarhyggjan í raun og þessar hugmyndir eru svona kannski partur okkar samfélaga án þess að við gerum okkur endilega grein fyrir því. Þetta er bara bandaríski herinn hafi til þess vel að þessu hann styrkir bíómyndir sem hann er lindur. Ég meina Top Gun hefði aldrei verið framleidd nema með stuðningi bandaríska hersins. Já. Og miklu fleiri myndir sko. Já. Og enga myndir hernað framleiddar nema með stuðningi hersins. Nei. Og það er náttúrulega, Bandaríkin eru samfélag sem er undir mjög miklum áhrifum af hernaðarhyggju. Og eins og mörg önnur. En síðan í rauninni, síðan kemur hervæðing og meðan að hernaðarhyggjan eru þessar hugmyndir sem eru bara í samfélaginu, meðvitað og ómeðvitað hafa áhrif á okkur, að þá er hervæðingin ferli þar sem að það verður aukning, þar sem að það verður meira þessar hugmyndir eða það er sterkari tökum á okkur og það er kannski og það er það sem að við erum kannski að sjá núna að það er meiri hervæðing en við höfum kannski séð undanfarið. Það var svona hervæðingu hugafarsins. Já. Við sjáum það náttúrulega í Evrópu að hægt og bítandi. En það er líka sko hervæðing hugafarsins. Það er ekki bara hervæðing hugafarsins vegna þess að við getum líka skoðað hervæðing út frá því er verið að eyða meiri pening í hergagnaðinaðinn, eru við að borga stærri hluta af sköttunum okkar í það. Þú veist þannig að það er hægt að skoða þetta ferli á ýmsum stöðum. En til dæmis eins og í Evrópu að þá er svona hægt og bítandi verið að færa til svona hver er hvort að við séum í stríðið ekki. Já. Það var síðustu viku þá var fundur leiðtoga Evrópu í Kaupmannahöfn og þá var til þess Donald Tusk sagði að Evrópa er í stríði við Rússland og svo voru aðrir spurðir að því, ég held að það veri Macron þá sagði það er allavega ekki friður. Það var verið að leita að einhverju stígi og þetta stíg hefur verið að breytast á undanförnum árum. Það er svona meiri vilji. Við höfum stundum ræktað það og ég hef verið að tekja dæmi og við erum bátt fyrir það einhvers staðar að meiri segja þegar vestnorræna ráði hittist sem eru Færeyinga, Grænlendingar og Íslendinga að þá er ekki talað neitt annað en öryggismál. Þú veist, má ekki vera eitthvað svæði þar sem við tölum bara menningu og svona eðlilega samskipti fólks sko. Það er með allri virðingu fyrir ógninni og öllu þessu þá er kannski ekki lausnin að þetta leggist bara yfir allt samfélagið en sumuleit þetta þannig. Við vorum ekkert að tala Landspítalann og þá var talað það að Landspítalinn þyrfti að vera að verja sig vegna þess að það veri ógn í því að veri komist inn í tölvukerfin og annað slíkt. Þannig að smátt og allt í einu verður eiginlega ekkert umræðuefni nógu merkilegt að það geti skákað sko öryggismálum. Já, en sko alveg eins og við verðum vör við ákveðna hervæðingu hugans eða samfélagsins þar sem að hernaður sem lausn möguleg lausn fær meira vægi að þá getum við náttúrulega líka skoða hvernig getum við hervæðst ef það er hægt að segja það þannig
Og þá þarf maður að skoða hvaða hugmyndir eru þetta. Það er til dæmis, sko, það er hugmyndin að heimurinn sé hættulegur. Þá þurfum við að setja spurningamerki við það. Er heimurinn svona hættulegur? Er það? Ég er ekki viss um það. Ég er ekki viss um að heimurinn sé svona hættulegur. Og eigum við eitthvað raunverulegan óvin? Ef svo er, akkúrat hvaða hætta stafar að þessum óvinni? Hvernig birtist þessi ógn praktist heima á stofugólfi eða í hverfinu mínu eða þar sem ég bý? Vegna þess að vandamálið er að þegar við erum undir áhrifum hernaðarhyggjunnar og við erum orðin hrædd, þá hættum við að hugsa. Að það er talað um að hernaðarhyggjan, hún heimskar fólk. Af því að það bara hoppar á einhverja lausn sem að það heldur að gefi sér öryggi. En einhver hernaðarsinnin gæti nú sagt að það er nú alveg öfugt. Það er hvernig svona fríðarsinnar hafa verið málaður að þeir séu einfelningar sem eru tegund af heimsku. Já. Og þeir bara skilja ekki hættur heimsins. Nei, það er einmitt það sem að sagt er. Og heldur það virkilega að þú getur bara verið að bjóða hinvangan linnulaus, hvað lendi með því? Þú eru bara lamin. Já. Ég var að segja það, þegar ég lendi í þessum umræðum þá er ég það heppin að ég hef get sagt að ég hafi verið á verstu átakasvæðum heimsins, eða ég kalla það nú yfirleitt ekki átakasvæði heldur, er þetta nú yfirleitt árásarsvæði, eða ég hef verið allavega á þeim svæðum þar sem að hættulegasta fólk heimsins er með vopn og ég hef þurft að eiga samskipti við þetta fólk. Og samt sem áður leyfi ég mér að halda því fram að heimurinn sé ekki hættulegur. Af því að, sko, allt fólk í heiminum er bara nokkurn veginn, sko, eins og ég og þú. Og við erum bæði, sko, getum verið dillingar en við getum líka verið djöflar. Að sjálfsögðu. Það er akkurat þannig. Manneskjan er alltaf í þessu ströggli í rauninni að kljást við sin eigin skugga og sin eigin demóna og ég held að það sé bara eitthvað sem við eigum að reyna að gera bæði sem einstaklingar og samfélag en ekki að sjá það okkar skugga og demóna í öllum öðrum allstaðar. Þannig að ég held að við þurfum að byrja á því sem sagt að hervæðast með því að setja spurningamerki við það sem er svona talið eðlilegt og svona, þú veist, þetta er hræðilegt en svona er þetta bara. Við verðum að setja spurningamerki við það. Það er rödd, sko, fríðarsinna er mjög veik núna, miklu veikar en var fyrir 40 árum eða svo. Þetta við sagt, það voru fríðarhreyfingar til víða. Það var alltaf til fríðarhreyfing í dag. Nei, sko málið er það að hernaðarhyggjan segir okkur ákveðnar sögur. Og sem að verða mjög ríkjandi og það er sagan um hættulega heiminn, óvinnin, leiðtogann og ofbeldi getur leyst vanda. En hernaðarhyggjan felur líka ákveðnar sögur og ákveðin veruleika. Og hernaðarhyggjan hún felur hvar og hvernig er verið að vinna gegn ofbeldi á friðsamlegan hátt. Við heyrum ekki þessar sögur. Það er enginn að segja okkur þær. Enginn af þeir sem kom saman í Kaupmannahöfn í síðustu viku? Nei. Þar voru allir á sveif með hernaðarhyggjunni. Það er enginn sem er að segja þessar sögur og ef þú heyrir aldrei neina sögur um þetta, þá veist ekki, er þetta hægt? Einhver orðaði þetta þannig að það er engin vandi að vera friðarsinni milli stríða. Því að þegar að sko stríðsæsingurinn er komin, að þá er náttúrulega boðberar friðar. Þeir eru náttúrulega fyrst og fremst sagðir vera málpípur andstæðingsins og þessum áttu ekki að hlusta á þá. En það er þessum sem að... Það var einhvers orðað þannig að það að vera friðarsinni á milli stríða eða væri svona svipað að vera veganisti á milli máltíða. Það er ekki vandi, sko. Það er bara þegar matur kemur og þá reynir á. Og við erum kannski á svoleiðis tíma núna. Við erum alveg í bullsjóðandi
hervæðingu, bæði hugafarsins og raunverulega hervæðingu. Og raddir sko þeirra sem að vilja tala fyrir friði, þeir bara heyrast lítið. Já, en það í raunin ein af afleiðingum hervæðingar og hernaðarhyggjunnar, það að það verður alltaf minna og minna pláss fyrir aðrar hugmyndir af því að ein af grunnhugmyndum hernaðarhyggjunnar að við tilheyrum liðum. Við erum annarkvort í þessu liði eða hinnu liðinu. Og þá ef að þú leyfir þér að gagnrýna þinn leiðtoga eða benda á við séum kannski ekki á réttri leið eða eitthvað slíkt, þá er strax talið að þú sért að halda með hinum. Og þar af leiðandi þagna allar þessar raddir. Og við heyrum ekkert mikið, ég var að vinna í Júgóslavíu og þú veist, fyrir Júgóslavíu, og það heyrðust aldrei raddir fólk sem að bjó í blöndum samböndum og það heyrðust aldrei þessar raddir sko venjulegs fólk sem að hafði engan áhuga á trúarbrögðum og þú veist þannig að hlutinni voru gerðir mjög einfaldir sem þau voru ekki. Og það eru svo margar sögur sem aldrei fá að heyrast þegar við erum undir áhrifum hernaðarhyggjunnar. En sumleiti bara mannskepnan svona í laginu einhvern veginn, að það hérna ógnin og það allt saman, það hávært og heyrir svona bara í því. Já. En fögnuðurinn og gleðin bara ding dong, einhvers staðar í fjarska og það bara svo erfitt að elta það í gegnum allan hávaðan. En þannig stundu sagt sko að þegar að hérna ég sá einhverja mynd daginn hvernig maður ætti að kljást við sko kvíða og þetta var mynd svona teiknimynd og það var einhver sem var að hlaupa sko undan villidýri og svo sýnir myndin að viðkomandi snýr sig við og villidýri lyppast niður. Og ég held í rauninni að eina leiðin sko til þess að takast á við þetta svolítið að stoppa og snúa sig við og segja í hverju þessu ótti fólk, í hverju þessu ógn í staðan fyrir að éta allir upp eftir það sama, þú veist af okkur heimurinn hættulegur og okkur ógna þetta hefur aldrei verið eins slæmt eins og núna og þú veist þá þarf maður bara að stoppa, snúa sig við og horfa á skepnuna þessa ógn og segja hver ertu? En þá segir hernaðarsinnin ég held þetta að vera 100. takan sko, því að í öllum hinum 99 það át dýrið það át skepna dýrið sko. Þú veist, þetta bara óskikja að heimur sé þannig að allar að snúa bara að Pútín og heldur að það bara leipist niður eða Netanyahu. Nei, sko, ég held að stundum þarf maður að snúa sér óttanum þegar maður að skoða í hverju hann felst og skoða og skilgreina. En síðan eru bara sumir sem maður þarf að labba í burtu frá. Sem maður bara segir, nei, þú ert ekki lengur leiðtogi minn. Já, en þú þarf að gera eitthvað. Já. Og sumir sem koma hingað segja að þau bara múið að gefast upp á fréttum. Tekið ákvörðun að bara loka þessu. Þú mælir ekki með því? Nei, maður getur haft stjórn á hlutum og ég til dæmis að ég fylgist með því sem að gerast í Bandaríkjunum og þá ger ég bara það bara ein manneskja sem að ég les dagbókina hennar sem hún birtir á Facebook og hún gefur bara hverju mótni. Hún sagnfræðingur og þá bara segir hún, í gær gerðist þetta. Og þá ég bara búin að fá skammtinn, þá þarf ég ekkert meira og veit ég nákvæmlega hvað hefur gerst. Þannig að en svo getur maður sitja og skrolla og þú veist og þá fær maður eitthvað myndbönd á Trump og þú veist og verður pirraður og reiður og getur ekki meir og bara ég get ekki og eitthvað. Þannig maður verður svolítið í rauninni bara að velja, þú veist. Og maður verður svolítið ákveða hver mín saga, hvernig ætla ég að tækla hlutina í þessu umhverfi sem ég hverju ætla ég að trúa og hverju ætla ég að velja og hvað velja að trúa ekki. Og það ákvarðanir sem að við höfum stundum talað um Gaza sem hvernig það snýrað okkur sem borgurum í þessum heimi. Þetta sé þannig mál að það eiginlega ekki í boði að taka ekki afstöðu því þá ertu að taka afstöðu með
Ísraels her. Núna vil svo til að Magga Stína í haldi og hún ein af þeim sem hefur ákveðið að stíga hart á móti, það sé hennar skylda. En maður sér það svona, og mér svona verið að benda á þetta, nú ekki kannski mín Facebook alveg undirlað undir þessu, en menn hafa verið að benda á að hún mjög hrakyrт fyrir þetta. Þannig að ef að þú stígur fram í nafni friðar, því að þú vilt bara stöðva þjóðarmorð sem ætti að vera svona, bara klárasta afstæð sem hægt að taka í svona siðferðislegum málum, eiginlega bara óumdeild. En hún fær yfir sig ótrúlega skít og ótrúlega skömm. Já, það ótrúlegt. Þannig að þó þú komið fram og snúið við eða á móti og eða reynir að gera það sem rétt, að þá dæmir samfélagið hart og líklega að kenna þér og kenna öðrum að ekki fara þessa leið, því að þú farið yfir þig, þú missir mannorðið ef þú stendur með friði. Já. En kannski var þetta ekki rétt mynd sem ég var að draga á það með dýrið. Með dýrið. Að því það sem ég var að hugsa var í rauninni það að þegar við erum að valdi ákveðina hugmynda. Þú veist, þetta rétt og þetta eðlilegt og svona þetta bara og þú veist, það að vera friðarsinni, það bara að vera heimskur. Og það að sem sagt að trúa á hernaðarmátt og beitingu ofbeldi, það það eina rétta. Að þá í staði fyrir að bara að humma við því, þá þarf maður að hugsa, býttu, af hverju það hið eina rétta? Hver þessi óvinnu? Það ekkert í sögunni sem styður þá kenningu, að hernaðu sé það eina rétta. Nei. Við höfum eiginlega endalaust að sögu að svo sé ekki. Einmitt, akkúrat. En þess vegna, í staði fyrir að bara að verða hrædd og láta hugmyndir hernaðaríkjunnar taka yfir, að þá þarf maður að stoppa og spyrja bara, býttu nú hvaða hugmyndir eru þetta? Þú veist, og líka, þú veist, það eru svona, eins og ég segi, það eru hugmyndir sem eða það eru sögur sem að hernaðaríkjan leyfir ekki eða passar ekki inn í myndina, eru þetta í rauninni að það sé hægt að leysa mál án ofbeldis og heimurinn ekki svona ofboðslega hættulegur og það sem sagt, og herinn ekkert sérstaklega effektífur eða herinn gagnlaus að mestu leyti í því að ná sínum eigin markmiðum. Þannig að það gagnleysi hersins, það saga sem heyrist ekki. Það líka saga sem heyrist ekki hverjir borga brúsann og hverjum fórnað. Það ótrúlega margir sem að þykja laun sín sem af hermennsku sem aldrei taka neina áhættu í lífinu, eru tannlæknar og herstöð eða eitthvað annað, skilurðu. Þú veist, þannig að maður þarf að skoða hverjir það sem eru að fórna lífi sínu eða hverra líf fórnað. Og maður þarf að skoða það sem að hernaðaríkjan skoðar ekki, og það hverjir hafa hag af að beita ofbeldi. Hverjir hafa hag af því að einhverjir eru látnir beita ofbeldi, beita aðra ókunnu ofbeldi. Og oft á tíðum á þetta fólk sem að verður að eru hinn raunverulegu fórnarlömb, bara mjög líkt hvort öðru. Þetta fólk sem hafa mjög margt sameiginlegt og þannig að það væri bara mjög áhugavert að skoða það. En þannig í stað þess að festast í þessari sögu að hernaður sé það eina rétta, að þá þarf maður að draga fram þessar sögur sem ekki fá að heyrast í hernaðarhyggjunni. Við höfum dæmi að það sem að það hefur verið reynt, eins og frægt dæmi í fyrri heimsstyrjöldinni þar sem að sósíalistar allra landa litu á að þeir ættu meira sameiginlegt með verkalýð annarra landa og það verður bara fráleitt að senda mig á vígvöllin að fara að drepa verkalýð annarra sem eru í sömu glímunni við auðvald síns lands. Þegar á reyndi, þá eru þetta mjög veikar raddir
Það fóru langflesti bara á vígullin og stór hluti af sósíalískri hreyfingu bara skiptu skoðun. Af því að hitt var svo óvinsælt að það var eiginlega með því að hafa friðarstefnuna að það væri eiginlega stimplega með út úr pólitík þessa lands. Af því að þjóðernishyggjan og þessi herrvæðing, hún var bara svo sterk að hún kæfði bara allt annað. Já, hún er sterk og hún kæfir. En það er samt sem áður alltaf möguleiki að búa til nýja sögur. Og ef þú hættir að trúa því, þá missur alveg vonina. En við erum ekkert svo mikið í því, sko. Nei, ég veit það. Við erum alveg yfirgnæfandi eitthvað svona herrvæðing í gangi. Já, við erum ekki mikið í því. Og Evrópa, sérstaklega Evrópa sem eru á miklum tímamótum í sambandi við svona öryggismál og endurmati á stöðunni vegna þess að öllu ríkjum eru bara Bandaríkin að draga sig tilbaka einhvern veginn, allavega ekki vera með þessa baktryggingu sem hafa lofað, allavega með allt öðrum hætti. Þá er eiginlega eina hugmyndin sem að verða til að Evrópa búi til eitthvað sem var ígildi bandaríska hersins. Það er engin umræðum að kannski, nú er bara liðin tími og kannski er að gera eitthvað allt annað fyrir framtíðina eftir þetta og ég finn þessa umræðu ekki. Nei, því miður. En það er alveg dæmi og það er alveg hægt að skoða sögur. Það er til dæmis ein bíómynd eða svona fræðslumynd sem að heitir Pray the Devil Back to Hell sem er það hvernig í rauninni hlutunum var snúið við í Líberíu og það er mjög áhugavert að skoða hvað skref voru tekin til þess að hætta ofbeldi og það eru líka sögur til dæmis eins og frá Mósambík þar sem eru bara heilu þorpin sem að segja bara nei, hingað ekki lengra og tökum ekki þátt í þessu við bara viljum ekki berjast og það er í rauninni kannski þar svolítið að segja þessar sögur. Sem væri billegt fyrir Íslendinga að gera, bara að segja að við lýsum yfir bara Íslands sem friðarsvæði. Okkur er það billegt? Nei, ég segja því að við erum ekki með her, við viljum ekki að reka hermennina eða neitt. Það er náttúrulega mjög mikil hetju dáð. Ég var ekki að gera lítið úr þessu, ég var bara að segja að það væri auðveldara fyrir okkur en aðra, ég skal umorða þetta. Já, ok. Ég skal ekki segja billegt. Það er auðveldara fyrir okkur en aðra, en mjög erfitt samt vegna þess að, hernaðarhyggjan er ekki eitthvað bara svona lokal fenómen, heldur er þetta náttúrulega global fenómen og við erum bara partur af því, þannig að það er ekkert auðvelt að stíga út úr þessu og ætla sér að gera eitthvað öðruvísi eða hugsa einhvern veginn öðruvísi sem lítið land og við erum undir mjög miklum áhrifum af hinum svo kallaða bara vestræna heimi og það sem að við erum það sem að við tilengum okkur ríkjandi hugmyndafræði í hinum vestræna heimi. Og okkar ráð að fólk er að taka ákvarðanir það að verja miklu meiri fjármunum, þótt að við eyðum minni en aðrir í hernað og hernaðaruppbyggingu og meðal annars samkomulag 1,5% landsframleiðslu sem er eiginlega svona 4,5% af ríkisútgjöldum séu raunverulega útgjöld sem líklega mannvirkjasjóður NATO þarf að blessa. En svo er líka ein hugmynd sem að er ein af hugmyndum hernaðarhyggjunnar sem er líka ríkjandi og það er í rauninni að svona styrkur þjóða að hann sé fari eftir hernaðarstyrk þannig eftir því sem að þú hefur minni hernaðarstyrk því veikari ertu og það er svona stundum heyrir maður eins og Ísland við þurfum einhvern veginn að sýna við séum ekki algerir aumingjar með því að taka þátt og þá erum við svolítið að ganga inn í þessa hugmynd hernaðarhyggjunnar að við þurfum að sýna að við höfum einhvern hernaðamátt eða getum tekið þátt í hernaði hvort sem það er að láta landið okkar undir herstöðvar eða herræfingar eða eitthvað en þá erum við líka með fjárlögum, þetta verður kallað að vera verðugur bandamaður í orðræðu svona síðust ára og þá erum við líka í raunin að ganga svolítið inn í þessa orðræðu að styrkur okkar felst í þessu en styrkur okkar gæti falist í einhverju öðru að vera önnur rödd og öðruvísi rödd í alþjóðasamfélagi og alþjóðasamvinnu. Þannig að klukkna klingi sem ég var að nefna á. Já, litla klingi, getur verið það. Vantar það. Já, það er vantar. En nú getur einhver hernaðarsérfræðingur sagt að það sem þú ert að leggja til er eiginlega bara liggur við einhliða afvopnun og það andstæðingurinn, hann gerir það ekki á sama tíma. Þannig að það er fríðarbóðskapurinn er alltaf hættulegur, grefur undan öryggi ríkja. Vegna þess að andstæðingurinn, hann er að vígbúast á sama tíma. Já. Þetta eru rögg. Já, það er það. Og meðan einhver er að herfast í heiminum, þá verða allir herfast.
Já, þetta eru náttúrulega þau rök sem að halda þessu gangandi. Þannig að við verðum bara að vona það að það hafi áhrif á aðra, að það verði ákveðin massi fólk sem að segja bara ég vel að beita ekki ókunnu ofbeldi. Ég vel að styðja ekki við að beita ókunnugt fólk ofbeldi. En það sem ég miklu meira áhyggjur af, að því að ég ekki að þetta ríki það verði sterkara heldur en hitt ríki, heldur hef ég miklar áhyggjur af því að þessi maskína sem að er bara alþjóðleg, hermaskína sem að hún ræður mikið af fólki til starfa. Það er mjög mikið af fólki sem að á sína afkomu undir hernaði og framleiðslu hergögnum og hernaði þó það sé ekki að leggja líf sitt í hættu. Þannig að, og ég stundum að ég var í Afganistan og það orði yfir svona heila íþróttahöll af aðalega karlmönnum með líka konur sem sátt við tölvur og voru að búa til einhver slideshow fyrir fundi og þá allt einu bara hugsa ég, byrju guð mig góð, hvað að gera við alla þessa kallmenn ef þeir væri ekki í stríði? Hvað að gera við allt þetta fólk? Sem er ekki að leggja sín eina hættu raunverulega, heldur það bara í herstöðum hér og þar og ég meina, hvað eru margir í Brussel, ég veit það ekki, en það er alveg hellingur af fólki sem hefur vinna á þessu og ekki bara þeir, heldur bara allskins þjónusta við herstöðvar og annað, þannig að þetta er alveg mjög margir sem að hafa hag af því að það séu stríð. Mjög mikið af fólki. Og það er eitthvað sem við verðum náttúrulega að horfa á því það er ekki bara að segja að þetta er hræðilegt, heldur líka að segja, ok, þetta er ekki hræðilegt fyrir alla. Það eru bara margir sem að þrífast á stríði. Margir auðgast á stríði? Mjög margir auðgast á stríði, þessi peningaskipta höndum alveg. Ég sá ég var í stríðinu eftir stríði í Júgóslavíu, þá var ég þar og talaði við fólk og þó veist, það voru bara þar kom einhverjir inn sem hafði verið í burtu þegar á stríðinu stóð og svo bara fengu þau fyrir lítið allar eignirnar í miðbænum og þú veist það eru allskyns leiðir til og það er mikið svartamarkaðsbrask og það eru mjög margir sem að hagnast og græða á stríði. Gríðarleg spilling í sambandi við svona innkaup og fleira sem að margir sem að eru í þeirri stöðu auðgast mjög í stríði. Það hefur verið bent á það til dæmis í Úkraínu að það eru rannsóknir að vera að leita upphæðum sem eru svo háar að maður bara getur ekki orðað það sem það er týnst. Já, og það er mjög áhugavert að maður vill skoða skýrslur ríkisendurskoðanda Bandaríkjanna sem eru gerðar og eru mjög góðar það bara það sem hefur verið endurskoða og skoða hvað peninga fóru í stríði í Afganistan og í hvað fóru þeir og þú veist þannig að það eru til mjög miklar upplýsingar hvað mikið af peningum fer í bölvaða vitleysu og þannig að það er mikil svona sóun og spilling og það sem að kannski líka fylgir eina hugmyndum hernaðarhyggjunnar, það er leyndarhyggjan og sem gerir það að hernaðarhyggjan í rauninni og þessar hugmyndir hernaðarhyggjunnar, það er vinna gegn lýðræði, þú veist, gefa leiðtogum of mikið vald, það er ekki, þú veist, þegar það er neðarast þá þurfa ekki að vera kosningar og síðan er þetta að nýta þetta vald til þess að stoppa andof og koma í veg fyrir að óvinir hafi rödd eða þeir sem eru andstæðir og margt annað. Þannig að það er, og svo líka náttúrulega þetta gegnsæi, þannig að það er ógegnsæi sem gerir það verkum að til dæmis eins og varnarmálaráðuneyti geta fylgja ekki sömu reglum á önnur ráðuneyti að því það er við getum ekki gefið upp þessar vegna þess að þetta er varða við þjóðaröryggi, þú veist, þannig að það er allskyns svona hlutir sem að hafi för með sér að valdi fer úr höndu fólksins og til misgóðra leiðtoga. Við heyrum það meira þess að í íslenskri stjórnmálaumræðu að er teknar ákvarðanir útgjöld eiginlega án umræðu inn í Alþingi eða nokkur staðar sem að væri eiginlega óhugsandi nema út af þessum málaflokk. Já, það er akkurat þannig. Herðu, en þetta sé átök á milli hernaðarhyggju og friðarhyggju. En ég var að segja að
vísi söguna, það var ekki hægt að finna dæmi að það veri einhver ávinningur af stríði. Ekki svona, ég meina Bandaríkin geta bent á Víetnam og Afganistan og það ekki, kannski geta bent á ávinning í Miðausturlöndum að skapa þar eitthvað svona glundróða sem þetta fara fyrir okkur í því að það sé stefna Ísraels að það sé ekkert sterkt land í kringum það, þannig að það var kannski ávinningur Bandaríkin að brjóta niður Írak og brjóta niður Sýrland og brjóta þessi lönd niður, þannig að geti aldrei orðið ógn við Ísrael, það má vera, með einhverju lítið á þannig. En ef maður horfir á það, á hvaða tímabili hefur friðarhyggja verið ríkjandi, eða náð í einhverju yfirönd, þau miður, þá verður ég að segja við Helga, að eina leiðin til að það gerist að búa til stríð sem svo ógeðslegt að bara það fer ekki úr minni heillar kynslóðar. En svo það þannig að þegar sú kynslóð gengin, að þá mun hernaðarhyggjan rísa upp aftur af því að við getum ekki munað reynslu annarra. Já, ég vona þess ekki rétt en þú kannast þessa kenningu. Já, og ég meina og það þú veist, og það náttúrulega líka eitthvað til í henni, en ég meina þú veist, þannig að það ekki fyrir það að það búið að ganga algjörlega fram á manni, af því að eitt sem að hernaðarhyggjan gerir líka hún felur afleiðingar stríðsins á fólk, eða afleiðingar ofbeldisins á fólk og þú veist og við þekkjum bara í öllum sem sagt eftir náttúrulega þegar Sovétríkin voru ekki lengur var gagnlaus óvinur í rauninni og NATO þurfti að beina sjónum sínum eitthvað annað að það voru það allt svona friðaraðgerðir og þannig að það voru klædd, þessi átök voru klædd í öðruvísi búning og þannig að ofbeldið þegar þú veist, þegar ég heyri fólk á Íslandi hérna tala þú veist að styðja við aðgerðir og annað, þú veist, að það fer alltaf mig, að því, þú veist, þá ég alltaf að hugsa eitthvað ákveðið fólk sem ég bara séð verða fórnarlamb þessa aðgerða og þessara vopna sem að við erum tilbúin að styðja innan gæsalappa og þannig að auðvitað eða kannski ekki fyrr heldur en að ljótleikinn bara, þú veist, skellur framan í þig að þú ferð að hugsa eða sumir fara að hugsa og segja, betur nei, get ég tekið þátt í þessu. Þú hefur verið á svæðu, þú sagðir að þetta væri árásasvæði frekar en átakasvæði, þá líklega að vísa til þess að þetta oft svo mikill aflsmunur eða hvað? Já, það oft þannig að fólki sem að verður fyrir sprengjum á ekkert í átökum við neitt. Nei. Og þú hefur verið í Afganistan fyrir Júgóslavíu. Já, Sómalíu, Líberíu, Úganda. Ef að þú hefur ekki séð það sem þú hefur séð. Heldur að þú værir ekki eftir áköfi að búa frið? Að við erum að tala það að þetta verður að vera í reynslu okkar. Ég held allavega ég var mjög naív þegar ég fór fyrst út og hélt að þetta var allt öðruvísi heldur en það var í rauninni og ég einhvern veginn var mjög föst í þessu að það væru tvö lið og það væri vondur óvinnur og það væri einn góði og allt þetta og síðan þegar maður komin út og svo líka í rauninni áttar maður sig ekki á því svona að mörguleyti gengur lífi sem hana gang og þessi átakasvæði eða árásasvæði á ákveðnum stöðum og svo áttar maður sig ekki á því hvað voru margir sem hafðu einhvern veginn hag af þessu ástandi og líka bara hvernig óvinnur gat svissað yfir og þú veist það voru hermenn að selja vopn yfir til hinna því þeim vantaði pening þannig að allt þetta með hugsjónir og allt þetta þú veist, maður var bara það fór alveg fyrir bí þannig í rauninni sá ég vola lítinn mun á góðugæðunum og vondugæðunum í þessu þannig að og þá kannski það breytti svolítið mínu svona hugmyndum það væri að hið vonda væri í rauninni þær hugmyndir sem að fá venjulegt fólk til þess að vera tilbúið til þess að beita ofbeldi og þess vegna finnst mér mikilvægt að við skoðum þessar hugmyndir sem við erum undir áhrifum af hvaðan koma þeir
og hvað gera þær okkur? En framsetning á öllum stríðsátökum í heiminum eru í góði og vondi og það bara eiginlega allt. Það er fréttaflutningur sem við erum með, það er meira bara þannig. Já, og það er ekki tala við, þú veist, stóran hluta fólk sem er bara venjulegt fólk sem er bara að reyna að lifa af og ströggla og hefur engan áhuga á að taka þátt í vopnuðum átökum eða taka þátt í að beita vopnuðu ofbeldi ef ég er samkvæmt sjálfur mér. Og varar það við að við sem að horfa á eitthvað sem svona frelsistríð eða stríð fyrir þetta er oft bara yfirvarp hernaðarríkjunar til þess að fá almenning til þess að samþykkja ógeðið sem að stríðir. Akkurat. Ég spurði, ég tala við mikið hermönnum út allan heim og ég spurði stráka í ónefndu landi fyrir hvað eru það að berjast og þá sagði náttúrulega freedom fighters, við erum að berjast fyrir frelsið og spurði ég, ok, og hvað er það? Hús í Mogadishu fyrir einn er það frelsi fyrir einhvern annan er eitthvað annað frelsi þannig í rauninni sko, það sem upp úr stendur eftir mína reynslu og mitt nám er í rauninni að að stríð er fyrir þá sem hafa hag af stríði. Eitt sem var ekki athygli mína og ég kannski ekki margir verið að fjalla það að það er stríð í Evrópu í Úkraínu en við fáum eiginlega enga fréttir af vígvellinum ekki eins og var í Víetnam á sínum tíma og mér finnst einhvern veginn svona í minningunni að það hafi verið stríðsfréttir og ég held að þeir séu bara ekki til í Úkraínu þannig að allar upplýsingar þeir fáum eru svona bara eitthvað svona áróður úr hernaðar ráðuneyti í Úkraínu eða frá Kreml eða frá Pentagon eða einhvers staðar þannig að svona nálægt stríðsins þótt að sé inn í Evrópu þetta er svona fjarlægara stríð heldur ég mann eftir og annað sem ég hef tekið eftir af því að ég nefndi það hérna í gær og fekk svolítið skammi fyrir það ég sagði að það má Donald Trump eiga að hann orðar það þessar mannfórnir sem er á vígvellinum hann talar eins og hann sjá eftir því að hann segir, og ég veit ekki hvort það segir íkjað ekki, en maður veit aldrei hvað hann er að segja satt, að 7.000 hermenn hafi dáið í síðustu viku, bæði frá Úkraínu og líklega er þetta talið að fallina og það eru sumi dánir og aðrir örkumlaðir og slæsaðir. Ég heyri aldrei evrópskan leiðtoga að tala mannfall á þessum vígvelli, aldrei. Nei. Það er eins og að það sé megi ekki nefna það, að þannig er raunverulega fólk að deyja. Já. Sko í fyrsta lagi á ég alltaf mjög erfitt með allar fréttir þegar eru stríðsástand því þær eru alltaf partur af einhverjum áróður og við vorum alltaf í vandræði með að fá réttar tölulegar upplýsingar og svona þegar við vorum að vinna á þessum svæðum. En það er alveg rétt hjá þér að það er ekki í rauninni verið að segja frá því hvernig gengur lífi fyrir sér í Austurhéruðunum í Úkraínu, hvað er fólk að gera, hvað er að tala og hvernig gengur hitt daglega líf, hver er munurinn, hvar eru liðlauparnir úr báðum liðum, hverjir eru það sem að treysta sér ekki og vilja ekki og geta ekki tekið þátt í þessu, hvert fara þeir, hvar eru þeir, hver tala við þá? Við fáum þetta, ég held að það sé þetta bara minnst í fréttaflutningur af nokkru stríði sem ég man eftir mér. En ég held að þetta gildi með öll stríði að það er engin sem tala við liðlaupa. Samt kannski er það því að önnur stríð eru lengra í fortíðinni og það hefur komið fram sögurnar í seinna sem að manni finnst það hafi verið svona fjölbreytilegri frásögn. Veistu hvað eru margir liðlaupar hjá Rússum? Ég sá að það hefði bara komið í innlendu fréttum að það er mikil ásókn hælisleitenda á ungra, hefur vaxið mjög hratt á Íslandi og meðal annars frá Úkraínu og ég rekna með að það séu menn sem vilja ekki láta senda sig á vígvöllin til þess að deyja þar eða örkumnast og ég ætla að fá stuðning fjölskyldu sinna til þess að koma sér í burtu og þetta er náttúrulega, sömuleitt er þetta líka fjallað þetta er veikleiki í úkraínska hersins og hann er ekki endilega það að hann vanti fleiri vopn það er að falla möguleikin á því að lokka fólk einhvern veginn eða neyða það á vígvöllin
Þannig að líklega trúin á því að þeir sigri stríðið eða svona réttlæting stríðsins er hægt og bítandi að dofna. Og þeir sem horfast í augu við ógeð stríðsins. Og það er mikilvægt að skoða þetta alltaf að skoða þetta báðum megin. Já. Herðu, Helga, gaman að fá þig hingað. Helst að þú verðir ekki stríðsfréttaritari, heldur friðarfréttaritari fá þig þetta sem oftast til að tala við vorum að ríkju og hervæðingu svona almennt, en það væri gaman að fá þig til að ræða tiltekin stríðsvæði þar sem þú hefur mikla reynslu. Kannski fæði þið seinna. Þannig kærar þakkir. Já, takk sem leys. Og við ætlum að snúa okkur að eitthvað allt öðru við rauðaborðið, alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.